Það eru konar konur alls staðar, það eru bara 3 staðir sem eru eftir. Það er Háskólinn, Seðlabankinn og forseti Hæstaréttar. Þegar að það verður allt orðið konur, þá held ég að bara efsta embættismannalagið sé orðið kvenkyns. Nei, í alvörunni. Og þetta þykir alveg svakalega fínt. Þetta er auðvitað hlægilegt, sko. Svo eru menn svo viðkvæmir, þeir þora ekki að gagnrýna þetta. Það má ekki andmæla konu, skilurðu. Þær verða bara að geta staðið fyrir sínu máli eins og allir aðrir. Það á ekki að vera en forgjöf. Þú þekkir orðaðan, þetta er alveg svakalega flottar stelpur og klárar og eitthvað. Ef einhver kallmaður myndi segja þetta, við strákarnir erum svo helviti flottir og fínir og svona. Þú ertu bara fláður lifandi. Í alveg, svona er þetta, sko. Það er að fara að skilja það, sko, að kall og kona, sko, eru raun og veru eins og hönd og hanski, sko. Og þetta verður aldrei aðskilið. En þegar þetta orðið svona í þjóðfræðinu, eins og er í dag, að það er bara eilífð að sókn í völd og áhrif, að þú veist, ég er bara steinhissað á hvað þeir eru geðlitlir og hvað blóðið rennur hægt í þessum köllum. Það er ekki nokkuð maður sem þorir að segja, er þetta rétt leið hérna? Hvað er svona illa orðið komið fyrir karlkinn að það getur ekki gegnt orðið neinu háembættisstarfi? Nei, í alvörunni. Þetta er alveg ótrúlegt.